Já, góða kvöldið, Þrándur hérna Varta Ísland. Góða kvöldið, Álfur Varta Ísland. Og hjá okkur er Klara, næstum sæl. Já, komið sæl. Klara Gunnlaugsdóttir, Lúkas. Já. Og við ætlum að skoða verk eftir þig núna eftir, en ætlum að byrja á að skoða aðeins nýjungar sem eru í vefnum artaisland.is. Og hérna... Já. Þrándur er mjög duglegur að fylgjast með nýjungum og hann breytti vefnum af því að... Hvað segirðu? Já, þetta er eiginlega aðalbreytingin er til þess að þjóna betur þeir sem eru að nota vefinn með farsíma. Eða svona spjaldtölvum sem hefur orðið algjör sprenging í síðustu 2 ár. Og svo kannski leiðin að gera vefinn svona snyrtilegri og aðgengilegri. Mér finnst alveg frábært að hvað verkin njóta sín betur út af þessar birtu og hvernig ljósari allur. Ekkert sem truflar. Já, ég tek undir að mér finnst þetta mikið til bóta og einmitt sérstaklega svona opnara og meira bara stílhreint og verkin njóta sín betur með svona hvítan bakgrunn. Kemur vel út. Já. En Klara er hérna í heimsókn hjá okkur. Hún er einn af listamönnum á vefnum og við ætlum að spá aðeins í myndirnar hennar. Vita hvort að hún er sammála okkur, þar sem við sjáum. Já, akkurat, það er gaman, vera saman. Já, við skoðum hérna fyrst hraunflæði, sem er svona gaman, maður sér þessa birtu sem er í hrauninu þegar það er alveg brennandi heitt. Það er það sem ég sé allan og svo þetta kaldar svarta hraun í kring. Hvað segir þið Álfur til dæmis? Mikil orka í þessari mynd og mér er svo gaman að því að ég hef séð rauða litin og orkuna og og svo svarta lit dimmuna á móti, en núna þegar ég fyrir að grína í hana þá bara allt í henni birtust þarna andstæður. Hægra megin það er svona eins og góðu vera og vinstra megin þarna niðri sem er svolítið í rökkunni þarna neðst, hann er virkilega vondur. Já. Þannig sé ég þetta. Já. Það finnst mér gaman að heyra þetta og alveg sniðugt og sjá þetta út og þegar þú segir það, svo sé ég þetta mjög sterkt líka núna. En ég verð að viðurkenna, ég var ekki beint að reyna að gera þetta og hafa ekki sjálflega séð þetta út fyrr. En ég var í rauninni helst og fyrst og fremst bara að leitast að gera þessi andstæður í allt svona ljóst á móti dökku og svona greinilega þá þarna ofarlega og upp léttar og ljósarar. Og svo þarna vinstra megin neðarlega dökkt og annað. Ég sé fyrir mér alveg allavega ef ég væri að mála þessa mynd að ég hefði fengið mikla orku út úr henni. Bara mikið fjör í þessari mynd og hreyfing. Já, ég er svona leitast að sýna þarna þessa miklu orku og hreyfingu sem er í náttúrunni. Og ég finn allavega, ég skal ekki segja það hvort ég hafi miklu orku svona þegar ég er að byrja á þessu, en allavega þegar ég er búin og þegar ég er að horfa á myndina eða bara vinn í henni, þá gefur það mér orku alls. Ég svona nærist á því þetta gefur mér orku og ég svona vonast til þess að það kannski komi þá fram í myndinni og áhorfandi jafnvel fá pínlítið part af þessari orku líka til sín, það smitist þess að svona. Já, virkilega. Alveg viss um það. Virkilega, og svo er næsta mynd sem hún er í öðrum litum, en þarna er svona, þetta er allt miklu mýkra í þessari. Já. Og ég sé svona einhverja öldur, en hún heitir Ísalög, þannig að þetta er sennilega ekki alveg rétt hjá mér þessi öldur. Já, en það er náttúrulega skemmtilegt og má bara segja eins og svo með svona afstæðsmyndir að hver veit má hugsa sitt og sjá það sem hann sér eða sjá ekki neitt þess vegna út í myndunum. En ég er, aftur þarna að hugsa ísinn og snjóinn og er kannski meira að hugsa svona eins og lítinn part af jökli eða bara ísbunga eða slíku, en það má alveg líka vera vatn ég sé líka mjög sterkt þess svona bara vatn eða sjó Svo pínu lítil vera þarna til vinstri og mér finnst henni svona hangi þarna á klettasillu, kannski hefur hún dottið ofan í íssprungu. Já, þú ert nú ansið nefnilega segja að sjá svo mikið svona sniðugt. Ég sé að þú segir þetta líka aftur. Þessa hafði ég ekki uppgötvað þarna vinstra megin. En er þetta kannski vera núna? Finnst þetta kannski vera, við erum svo pínu lítið menninni með þessar ríkalega náttúru? Já, það passa náttúrulega vel og er mikið rétt.
og það er það sem maður er kannski ofta að hugsa, að maður í rauninni getur ekki mikið á móti í rauninni náttúrunni þegar hún tekur til sín. En ég sá bara rétt að skjóta því, sko, ég hafði séð ekki því að vinna myndina og ekki var ég að reyna að gera það vísvitandi, en svona dálítið eftir ég var búin með myndina þá sé ég veru sko þarna hægra megin uppi í hóttunni hins vegar. Meira eins og prófíl svona á kalli sem að þarna er kannski sko svona að blása, ekki blása í blöðru en blása um kvöldu eða blása hann einhverjum ís. Hvað sér þú þarna? Nei, og svo var kannski þetta sem sést kannski ekki á þessari ljósmynd er þessi áferð og þykkt, mismunandi þykkt á pensilstrókunum. Já, það er rétt. Þessi mynd er náttúrulega sérstaklega efnismikil og það er hún er mjög mikið uppleift á vissum pörtum og það er alltaf erfitt að ná því vel fram í ljósmynd. Þannig að hún er miklu meira uppleift og efnismeiri heldur maður kannski myndi halda bara því að sjá ljósmynduna. Og það er líka mikið þarna andstæður í, sko, sumir fletir eru svona slettir þó þessi þykkir og aðrir svona hrufóttir og kontrast svolítið í því líka. Já, rosalega gaman að þessu. Síðan næsta mynd sem að virkar á mig, hún er svona flatari, en mér finnst hún svona tifjöll og titri, eins og þegar ég horfið í smásjó eða þorflust. Og alla myndina er sammerktar eins og það sé svo mikið hreyfing í þeim. Já. Bara hver á sinn hátt. Já, ólíkan hátt. En það er gaman fyrir mig sko að heyra það ef að fólk finnur fyrir sko þessari orku og þessari hreyfingu sem ég er svona að hugsa Og þessi líka, miðað við hina myndina sem skoðum áðan, þá hún sé líka efnismikil þarna á köflum, þá hún samt léttar og fletirnir í grunni eru sléttir og hún er meira svona, þess svona léttari en það sem er orðið hvítt og aðeins út í beis, það er svona nokkrar umferðir eða nokkur lög sko sem ég hef sett þar. Já, þetta er frábært. Hvað segir, Já, ef ekki bara, það sem er svona áhugavert að vita kannski frá þér er þessi tenging Ísland, Frakkland, þú ert búin að vera þarna í mörg ár í Frakklandi og hvernig þú nærð að tengjast við íslenska kraftinn og það saman áfram. Já, einmitt, ég er búin að vera núna 14 ár búsett í Frakklandi en ég kem reglulega til Íslands og dvel líka ávallt mikið á sumrin og svo er maður náttúrulega bara með svo mikla sterkar rætur sko, þar sem maður er alin upp, eins og ég er alin upp í hrauninu og ég hugsa þannig að það sé voða mikið svona innst inni einhvers staðar þessi áhrif frá æsku sem brjótast svo fram bara í rauninni næstu því ósjálfrátt. En svo er ég náttúrulega líka svo sem held að góðum tengslum og skoða fallega ljósmyndabækur með myndum á Íslandi og svo með tækninni í dag, það er maður náttúrulega í rauninni ekkert einangraður, maður er í mjög góðu sambandi, svo þetta bara, gengur mjög þægilega. Takk fyrir það og frábært að fá þig. Já, takk fyrir í kvöld, Arta Ísland, íslensk list, ljós og lifandi. Bless og sæl.